ljósmyndara með Tinder, svo ég fann mér nýjan ljósmyndara. Þetta nýja cold open okkar, vegna þess að þeir eru báðir á recordinginu. Það að taka upp henn. Já, það er hvað ég að segja, vegna þess að þú veit að náðist á þessu. Mér sama. Ok, við ætlum að nota þetta sem introið. Yes, sir. Ok, perfect. Velkomin í 4. þátt af Snáða til dáðar. Viewer discretion is advised. Við erum að tala mikið klám og fetish hjá Viktori og Hagalín. Víkingur starir á traumatized. Undirbúið ykkur fyrir að aldrei geta sofið aftur. Já, þetta er fýtt þáttur, mæla ekki með. Ég ætla bara að segja ykkur, undirbúið ykkur að aldrei geta sofið aftur. Nei, það er samt mikið talað klám, sko. Ég meina, hafðu kannski tölvuna tilbúna ef þú vilt skoða eitthvað skrítið shit. Yes. Og verið tilbúin að googla. Já, googla. Er þetta ekki að taka upp? Ég held Jú, þetta er að taka upp. Ég held að það sé fanboy, sko. Já, Ganni, við erum byrjað að taka upp. Já, auðvitað erum við að fara að tala hann. Femboys. Já, það veit enginn hver þetta er. En ég World of Warcraft YouTuber fyrir alla sem eru að hlusta heima. No Ég free veit ekki hver þetta er. sponsors, no free clout. We got 10 views, bitch. Ok, þetta er klámþátturinn okkar í boði Vixa. Og ég er að fara að spyrja Snapchat þig me at Kevin Hart. Ég er ekki eins og með snappið þitt af því þú vilt ekki gefa mér snappið þitt. Þú ert totally með snappið mitt. Já, gamla, þú sagðir að það hafi búið til nýtt. Já, það var bara fyrir hookups. Bara fyrir hookups. Damn, það er að graðasta sem ég hef heyrt ever, wow! Já, Ég þarf- grændir maður. Ég þarf bara að spyrja, það bara, þú ferð inn á þetta snapp og bara gefur inn þetta snapp og þannig bara, heyri, snappaði mig og svo þegar þú er búið með það og bara, Snappið hans er Anonymous 1. Ég er ekki að segja hvað Af snappið því á er. Grindr þá gefur ekki upp nafnið þitt. Gefur upp nafnið þitt á Grindr, gefur þú upp það? Ég gerði það ekki, nei. Nei, ok. Privacy, það? nei. Hvernig lýsir þú sjálfur þér á Grindr? Basic upplýsingar og Já, ertu bara, þú Og veist, þú ert mjög ég mikið er fyrir 20 ára boring. gæi, þetta er ég hvað ég líkt dökkhærður. út, þú veist, þetta er hvað ég er að leita af, cirka, til í spjall og einmitt, maður spjallaði manneskina, finna út hvað þeir vilja, þú veist, það er nefnilega málið er að á Grindr nema þú ert raging top, þá vilja þeir venjulega satisfy hinna manneskina alveg eins, skilur mig, nema þú ert bara raging top. Ég lenti í einum gaur sem var að láta eins og total dickhead og svo I am a top og ég hætti að tala við hann, bara, Já, þú veist, nei takk. ég veit að ég er búinn að spyrja þig rosalega mikið um þetta nýlega, það er bara því að þetta er svo nýtt fyrir mér, ég hef aldrei, þú veist. Já, nei, gaur, mér finnst eins og það einmitt betra að hafa mismunandi viti af mismunandi shiti, sko. En ég er búinn að spyrja þig bara rosalega mikið frá því þú komst út fyrir mér sem bæið mitt, ég er búinn að spyrja þig svo mikið að shiti þú veist, vinkona okkar var líka sem sagt bisexual og við töluðum rosalega mikið bara 3 á rúndunum, þá voru þið tvö bara eiginlega að fræða mig shit. Einmitt, það er svo fyndið, hún vissi hellinga terminology og stóð til, en hún þekkti ekkert klám. Nei, hún horfði á svona gay manga kæftæði. Einmitt, en lítið af því samt, lítið af því. Já. Við ætlum að droppa Yaoi. Yaoi er hvað við vorum að tala um, hún var að tala um og ég, Já, það var á þeim tíma sem ég sónaði svolítið út. ég ætla bara að halda mér út úr þessari samverða, ég veit ekkert eitthvað, manga og klám. Nei, ekki ég heldur, Nei, en það er svo gaman að því að ég fræddist eins og ég læriði hvað twink og tonk var og eitthvað. Veistu hvað það er? Nei. Útskýrðu það fyrir honum. Áður að byrja það, Víksi, Já. ferð þú oft í glory holes? Nei. Hefurðu séð einhvern tíma glory hole í lífið þínu? Hefur einhvern tíma séð glory hole á Akureyri, alveg spurningin? Það er þetta, ég hef aldrei séð glory hole en ég er að pæla hvort það séu. Sérðu, ég er líka vegna þess að ég var með Grindr account síðasta sumar, en það var þegar ég var ennþá svona einlega, það var þegar ég var nýkomin út og búinn að finna sjálfum mig sem bisexual, en ég var ekkert open sexual í mjög mikið, skilur mig, þú veist, núna er ég auðvitað að skoða miklu meira, að reyna að finna hvað mér líka við og svona. Geggjaði sokkar báðu. Takk maður. Fabulous. Er það ekki? Ég ætla að nefna þetta í accessory þáttunum, svona, hvað finnst ykkur sokka sem accessories? Þetta var gayasta setning sem ég hef sagt. Ég er reynda glind að segja þetta í accessory þáttunum að ég er ótrúlega mikið fyrir að bara rocka heimsklusta höttum á jörðinni. Þú manst eftir Gasgríminn og... Já, gasgríminu, úsjankunu og... En mér langar að tala um klám að því að svo mikið sem að þú veist. Og, ok, mér langar að byrja. eFucked. Getur útskýrt þessa vefsíðu? eFucked er besta vefsíða heiminum. Það er eins og að þú tækir Live Leak og hvað sem uppáhalds vefsíðaðinn er frá 2009 og blandaði þeim saman. Þannig að eFucked er aðalstaðurinn
fyrir allt weird klám, sérstaklega weird, það er líka fucked up klám. Þannig eins og þeir eru með seríu sem heitir Ratchet klám, sem er auðvitað mest af því weird fyndið. Farið aðeins liður. Ég ætla að ná í til að gera þetta aðeins. Viltu ekki taka pásið þáttur að labba út úr stúdíónu? Nei. Ok, við höldum það bara áfram að spjalla. Þið er að gateway þetta. Já, allavega e-fucked, alltaf áfram að tala um e-fucked. Ok. Mér finnst svo weird að gera það með opna hurð. Já. Meira segja ef það er ekki neitt soundlokun af því. Mér liði svolítið óþægilega. Já, ok, e-fucked. Ok, nei, ætti ekki Hælín að vera hérna fyrir útskýringuna af e-fucked vegna þess að hann veit ekki neitt af þessu. Jú, eiginlega, en hann er svolítið að eyðileggja stemmina. Talaðu bara hvernig fannstu gelluna að fæða kolkrabba. Það er það sem að mér langar að vita. Af því að það er það fyrsta sem ég man önnur atriði sem það er búin að segja frá mér sem ég mun koma með seinna. Takk fyrir. Þannig að konan að fæða kolkrabban. Tentacle hentai, eða Japanese tentacle porn, eins og normies myndu kalla það, er mjög algeng setning. En ég var bara svona, hei, ég hef aldrei séð raunveruleg, eða alvöru tentacle klám. Þannig ég var bara svona, er eitthvað til af því? Og ég er 95% viss að það var á e-fucked, það gæti að vera einhver aðra síðu. En það var kona sem var búin að sitja, sem ég er að taka pásu núna. Howdy boys. Oh my god. Þú ert að gera visual brandara fyrir podcast! Já, þetta er fyrir ykkur. Og það er hann sem á að vera gay. Bisexual. Já, ok. Ég hljóma þess að svo mikið kant að segja þetta. Já. En bisexual. En hérna, Við setjum þetta inn á Snáðið Dáar Instagrami. Ó já, þetta er bara myndir fyrir þáttinn okkar. Gay cowboy. Þú ert rosa gay cowboy hérna. Mjög mikið. En þú ert one sexy gay cowboy, þú ert my sexy gay cowboy. Þetta er alltaf lítið hattur, sko. Ok. En haldt áfram með tentacle klámi. Ég undra ef einhvern er að hlusta á þennan þátt. Gaur, já. Af því að ef það er einhver eins og ég ándjókst þegar þú byrjar að tala um þetta, þá bara auðvitað mín eins og fucking undirskálar og ég bara svona, þú þarft að útskýra. Af því að það er ekkert podcast á Íslandi sem ég hef heyrt tala um þetta. Það er fyndið vegna þess einmitt, ég veit ekki hvað er betra format vegna þess að mér finnst eins og náttúrulega tala um okkar á rúndinum myndi ég bara nefna allt í einu og þú myndir hafa mjög náttúrulegt what the fuck reaction. Já. En núna erum við að gera þetta í spurninguformat. Já, og núna veit ég þetta líka. Þannig að ég veit ekki hvað er betra fyrir viewerinn að hafa einhvern, sér að Hagalín veit ekki neitt um þetta, þannig að hann getur verið með svona viewers perspective. Hann er líka bara eitthvað í símanum. Já, hann er mjög góður member af þessu podcast team. Heyrðu, ég sé allt svona technical shit. Gæinn horfði á gellu fæða kolkrabba, langaður ekki að segja neitt um það? Veistu, ég var bara að segja, send me the link. Ok, þannig að ég get fundið aftur. Bara hunsa það. Langaður í alveg ekki að spyrja neitt á spurninga? Ég þarf bara að segja, hvernig kom hann, bara tróðunum hann upp eða? Já, Var lifandi? Ok, já. Þannig að það var tróðað kolkrabba af mínu minni, head first, upp konuna. Svo þeir stóðu út þá, eða? Já, ég held að það var aldrei fully in at any point og hún var í baðkari vegna þess að þú veist, kolkrabba things, if you know what I mean. Ó já, af því að það er það sem er að þessu. Einmitt, og hún fætti hann hægt og rólega, en hvað ég man meira eftir var mini, ég veit ekki hvort þetta var octopus eða squid, sem var sett upp píkun hennar. Hvernig hljóma hún? Var hún öskrandi eða? Þetta var japans, þannig að það er erfitt að vita hvað munurinn er á pleasure og pain til að segja það satt. Afsækja, henni passar hatturinn á hausinn á þér. Small head, baby boy. Þið er að gera visual gags, þetta er podcast. Ég var bara að segja, þetta er hattur sem ég fekk því á krakki og þetta kemst á hausinn á Victory. Fólk eru að hlusta á það, hvernig fucking hún nýtur hann út og við erum aldrei að fara að vita. Nei, mér langar að vita meira um squid. Ok, þannig að það var sett upp píkun hennar og það var hægt og rólega, ég veist svo skrítið að tala um þetta á podcast formati sko, vegna þess að venjulega er þetta mjög náttúrulegt að Já, venjulega erum við á rúndinum bara eitthvað. Einmitt, og ég er bara að chatta bullshit, ekki að reyna að útskýra það. Ef þið væru vinir okkar og væru með okkur á rúndinum, holy shit hvað þið myndið hafa gaman. Af því að samtölun mín og Víksa, wow hvað þau geta verið ógeðslega trufluð. Það er nefnilega málið að ég vill bara byrja samtöl með fólki vegna þess að ég get bókstala, mér finnst allavega
talað hvað sem Já, og við erum alveg góðir í því að tala bara um eitthvað bullshit. Einmitt, ég segi, þú veist, við erum aldrei, þú veist, það er aldrei augljóst hvað samtali verður enda kvöldsins. Nei. Þurfum við að bara gera svona beint í bílinn format. Ég held að það sé of mikið ves, sko. Það væri svolítið mikið ves, en við gætum gert YouTube-klippu af því. Þú veist, eða svona highlights, einmitt. Þá þurfum við að kaupa einhverja svona mikrofóna eða eitthvað. Við Það getum- er það Ég ekki held að drasl? þessi litlu eru ekki þá dýrir. Við getum líka bara haft shit quality frá símanum, sko, ef þetta fyrir highlights, skilur mig? En Taka okkur bara á leiðinni til Dalvíkur í podcastið, bara taka okkur upp bara einhvern tíma að tala. einmitt. Mér finnst eins og með því að tala um The Tentacle Dot er ég að skemma svona allurið fyrir fólk vegna þess að þeir fá ekki að sjá þetta in real time og þú veist. Ég horfði ekki á Það er þetta. enginn að fara að horfa á þetta eftir þú Ég horfði talar ekki á um- þetta þegar þú útskýrði þetta fyrir mér. Var ég búinn að tala um gullfiskana sem voru blendaðir upp eða? Nei. Ok, þannig að það voru gullfiskar settur í blender. Ha, býtu, Hold up. ertu að tala um eitthvað klónting? Já, og þetta er aftur Japan, auðvitað. En ég meina þetta gæti að vera eitthvað annað en Japan en það var asíst allavega. Og það var sett gullfiska í blenders Og það var sett upp í... og hún var í hérna svona one piece swimsuit og það var hellt inn á hana. Ó, þetta er svo ógeðislegt. Einmitt, og þú veist það var, en ég meina, kannski var þetta lengra selt version eða whatever, en það var ekkert sexer eitt þannig, það var bara eitthvað weird, seemingly mjög specific thing. Hljómar eins og þegar Bella Delphine var þarna með eggin eitthvað. Ég meina það var How to Basic, það var eingöngu fyrir How to Basic til að Er það það? sér yfir. Nei, ég veit það En ekki. strákar, ef við fáum yfir 100 subscribers eða bara views miskusti, Já, ég segi meira views, þá á skal einum ég, þátt þá eða. skal ég selja baðvatni mitt. Já, ok. Me flavored soup. Það er Nei. ógeðislegt. Ertu ekki átt að hvað ég er að vinna? Jú, það er að vitna í þarna, hvað heitir þættinu, ég man ekki. Nei, ég er að tala um Belle Delphine. Það Já. er Belle Delphine. En þú ert líka að tala um þetta Nei, Disenchanted. Yes. Ó, gerðu þeir bandara í Disenchanted? Það var me flavored water. Me flavored soup, Viktor. Er það svo? Já. Þú veist, Mimilis gerði Bathwater líka. Ha. Já. Var þetta ekki um klám hann, þessu? Nei, hann var bara að selja súpu. Ok, vissið þið að I'm Alex hefur OnlyFans? Nei. Veitir hver- Já, ég veit hver það er. Ok, þið hafið ekki hort á E-Boys YouTube channelið þá? Nei. Ok, nefnilega, við erum ennþá að tala um klám en I'm Alex er með OnlyFans og það er gott segway aftur í OnlyFans. Ef við að tala um YouTuberuna með OnlyFans? Nei, mér okkar að tala um fucked up clown. Ég meina Trisha Paytas er sitt eigið brand of fucked up klám með OnlyFans. Ég er reyndar, ég þarf að segja, mér finnst Trisha Paytas vera heitt. Aha, Já. ekki mér. Hefur þú séð nipplutin hennar? Mhm. Hefur þú séð nipplutin hennar? Ég hef séð nýttlun og þetta er svo... Er hún búin að, einmitt, það er eins og fiskiaugu, það er vittlösa áttmaður. Og sína mynd. Jamie, pull that Ég er mögulega að follow hann á Instagram, Ok, þannig ég er búinn að sjá þar. og þú sérð hvað það er vittlösa áttir. Og ég sína þetta er visual. Nipplutin hennar eru á vittlösu stað vegna fucked up botched boob surgery, augljóslega. Og nipplutin hennar eru að benda á vittlösa stað. Og þú veist, það er munur á hvað nipplur eru eftir boob surgery og fyrir en hennar eru bókstæðilega að benda þú veist, í burtu. Hún gæti hafa haft reconstructive surgery síðan. Ég er ekki með hennar OnlyFans. Ekki ég. Woof, Ég that's er rough. bara mjög mikið að fylgjast með henni og Ethan, sko. Þú veist þarna H3H3? Ó, ég ætla að segja, þau voru með beef nefnilega en ég var svona... Þeir eru alltaf með beef. Ég meina allir hafa beef með Trisha Paytas. Ég vissi bara að hann deytaði hann að vin Jack Dobrik. David Dobrik. David Dobrik. Sæk. Já. Deytaði hann hann? Já, hann að vin hann. Já, deytaði eldri guður. Já. Já, hún er núna þarna byrjuð með, eða hún er held ég bara trúlofið þarna bróðirinnar Ílu Klein. Er það? Já. Ég veit ekki hver það er. Þeir eru með skusti, þeir eru saman og ég held þessi trúlofið. Ég trúi þér ekki. Ég er ekki smá að grínast, That's Mós. fucking nuts. Fólk líka í Hollywood trúlofa sig sko eftir 3 deg. Hún drullaði yfir Ethan og Ílu að segja að þau myndu vera vondi fóreldrar Hún vegna þess að... hatar Ílu, sko. Einmitt, vegna sem hún var bara svona, vá, bara vegna þess að ég feika hvernig ég lít út. Núna er barnið þitt að fara að vera með vonda fóreldrar vegna þess að þú gerði grín af mér vegna þess að ég photoshopa sjálfa mig og segist lít út fallar en ég er. Þú veist að hún er samt með eitthvað bara þvílíka mental illnessi, sko. Já, ég veit, en ég held hún líður upp á það líka. Vixi, þú ætti líka að segja mig frá því þegar gæði maður með fucking hnið inn í píkuna á hann er. Já, ég meina hausinn. Var það hausinn? Já. Já. Ok. Ok. Þannig að, nefnum við erum að tala um 2 mismunandi hluti. Þannig að var konan með stærstu píkuna í heiminum
og þetta var á efact.com. Þú getur googlað, örugglega, ég held að það var World's Largest Pussy eða eitthvað. Og, nei, já, núna veit ég okkur að það er hnið. Þannig hann setti höndina sinni inn fyrst og svo bakkaði hann út og hann setti fótið sinni næst. Yes. Ég þarf bara að segja, þetta minnir mig á þegar gæjar er að setja hendunar að hausinn upp í munnin á krókódíli. Ég skal sýna það myndbandi og við skulum sjá hvað Ég vil ekki sjá myndbandi! Mér langar alls ekki að sjá þetta. Jamie, pull that up. Ég vil svo vera Jamie frá whatever. Ég held að ég veit af hverju Víkse er svona orðinilega bæ og kannski að lína aðeins meir í áttina að strákum. Af því hann er bara búinn að sjá gellur gera fucked up hluti. Ég skal segja núna að ég halla mjög mikið að gælum til að segja hvað satt, sko. Ég meina... Hann er að segja mér að hann likes big booty. I like big booty. Aðal. Me too. Líkar my big booty. Thighs, næst. Já, thighs eru geggjaðar. Hog er best. Thick femboys. Porchan! Taiwanese lady boys. P.A. Tjóðafgi. Já, ok. Ég er þetta helgina, ég fór á fjörhjóla túr. Ég finnst þess að Hagli vill bara ekki tala klám. Já, mér liður eins og að segja að gera skrítin segways. Já, einmitt, þú veist, Ég er gæinn sem tekur þetta bara út á tún. Þið veitir thighs? Já, Já, ég það fór er á ekki- fjörhjól. það er ekki tengt. Ef þú myndir segja bara svona, talandu thighs, ég fekk mér sick cute líka Þú veist- thighs. þú veist- Það myndi vera eitthvað sense. Þú veist Ég var að gæðin sem tala- var með hausinn í píkunni. Ég veit gæðin sem settu hendinn í krókódíl. Það er betra segway en thick ass. Já, ég var að tala Ég ætla down bara að formulas. segja, ég var að tala ekki mikið að ég var að segja að ég var að ríða Taiwanese ladyboys en þið ráðu bara. Ég held hann Fokkaði bara. Ég held hann að ljúga. Ég held hann var bara að gera það núna. Þannig að restin af hælnum fór inn líka næst. Ó, það er svo ógeðislegt. Einmitt, og svo saug hann dýpri inn og það er hvað þú varst að hugsa með þig, er að það komst að hnénu hans. Já, þú sagði mér frá því. Já, einmitt, það er hvað þú varst að hugsa. Og hann... Er þetta allt sama myndbandi? Já. Og líka hausinn? World's Largest Pussy, eða eitthvað það, World's Largest Vagina, þetta var á efact. Og hann tekur það út og Ég er svo fucking langt. næst fer hann haus fyrst. Ef maður það minn bara haus, það er ekki svo að gera meira en það. Og hann er sköllóttur. Haglin, ég ætla að gefa þér dæmi. Ég ætla að fara frá náranum á þér. Upp að hnénu. Sérðu hvað þetta er fucking langt. Ángriðis, hann var bara með fótinn í hjartan á henni. Já, þetta er bara að bringuna þér. Mér finnst þessi að þetta sé múlfæðið. Nei, ég vil ekki sjá það af því að það mun eyðileggja mig. Pældu í því samt, hún er líka minn en ég, örugglega. Þannig, Nei, hún var held ég Hún var stór, stór, en hún var já. sitjandi. Það er líka málið, það er erfitt að dæma, er hún 2 metrar, eða en hún lét út stór, skilur hvað ég meina? En hún var sitjandi, þannig að erfiðara til að dæma. Og það er líka búin að vera alveg smá síðan ég sé þetta, ég verð að segja það núna. Gauðir, mér er fucking sama, Þannig gauðir að fór inn á víst- fucking hné. Þannig að einmitt, smá little details gæti ég verið að missa af, skilur mig. Það gæti bara verið þangað til hérna, endin á þæginu og ekki alveg til ég. það er samt alveg líkið. Sorry fólk ef það er hlust á fyrsta þáttinn á þessum þátti en við munum hafa svona viewer advice. Viewer discretion is advised. Já, við munum segja það í svona upphæðinu. Viewer discretion is advised. Ég veit það, þetta er alveg svolítið tonguebreaker. Twister. Eða tongue twister. Shit! Mér lifir svo heimskur þetta, sko. Eitt að Mér segja líður eins og með vond kvöld. Excludably. Extuably. Extuably. Þið hvorugt ykkur segir þetta rétt og ég get ekki gert það. Extubity. Fuck. Segðu extraordinary. Extraordinary. Ok. Hann betur að. Peter picked a pack of pickled Við erum ekki að fara að taka ykkur svona leiki, við erum að finna ykkur geggja bara svona fancy posh orð. En haldið áfram. Exquisite. Exquisite. Ná, virkaði. Allt áfram bara að tala gæðin sem fór með hnýðið. Ég veit ekki hvað að segja með það. Hann fór hausfist. Mér langar að vita hvernig þú varst, hvernig voru viðbröðin þegar þú bara, fannst þetta. Ég er næstu viss að ég var á efact og auðvitað var ég að skoða skrítnast hlut sem þið fundu. Eða sem Já. voru til. Af hverju varst það pussy spraya mig? Ég þarf að þess að halda. Nei, það var fínleikt samt. Þetta er þarna hárspray, ég vil sjá hvað myndi gerast. Já, ég held að, sorry, þú það er góð lykt af sprayar þessu. þetta út einhvern annan stað, held ég, sorry. Ég fór í most viewed á efact, held ég, og það er hvað, það kom upp, World's Largest Vagina, og that doesn't look real.
og veist, kannski þetta fake, en þeir gerðu þetta mjög vel visually either way, skilur mig? Þegar maður pælir í því, gæti verið fake. Þessi gauður fyrsta að Rocky puncha raskandi á þessari konu var ekki fake samt. Rocky puncha, hvað meinar þau? Bara að kýla það? Þannig að það var þetta weird training montage thing. Bara hérna. Og einn daginn var á hraðbát, og hann var að gera þetta, þú veist, þetta er visual. Hvað hann var að kýla beint og svo kýldi annar hendina. Já, inn í raskatið. Inn í raskatið hennar, skilur við. Þannig að þú veist, komst svona inn og svo komst inn á úlið og svo... Einmitt, og hann straight jabbaði í raskatið hennar og skipti Ég þarf bara að segja, þessi þáttur er bannaðan innan við 30. 13 ára í næsta lagi. Nei, 16. Okay. Guð, ég vil líka að 13 ára krakka sig að googla þetta, sko. Ætlum við að tala... Það er 07 módel, sko. Nei, við viljum ekkert. Ætlum við að tala um það? Ég þarf eitthvað að segja, Viktor, sýstinni brunkuslís. Já, þú sagði mig frá því og ég er búinn að spyrja nokkra aðalega og mamma sagði að hún var ekki brunkuslís. Hún ángriðs leit út eins og hún væri bara... Hún var að mörkast á blackface, sko. Já, hún sagði að hún væri ekki það brún og mamma sagði að hún væri ekki það brún, svo... Hvað er þetta að hafa brunamerki eins og slökkviliðsmaður, eða? Hæ? Var það annað? Nei, var það hvort ykkar? Veitu, já. Sorry, útskýr þetta. Manstu hvað ég var tannaður þarna í sumar? Nei. Ok, fokka þér. Manstu hvað varst tannaður í sumar? Ég held þú varst, þú veist, aðeins bleikur, eða meina. Nei, systur mín var að byrja á sig brúnkukrem bara og Hagalín sagði hún eins og hún væri svört og svo hringdi ég í hana og hún sagði hún var ekki eins og hún væri svört og svo hringdi ég í mömmu og hún sagði hún var ekki eins og hún væri svört. Og svo hringdir í lögregluna og þeir bara, this is a crime against humanity. Yes, og þau bara kýldu hana því hún var svört. Þetta er að skilja. Þeir bara byrjaði að berja henni með Yes. betanum. Fucking löggur. Það var ekki til að gera með blackface, svo bara þeir trúðu því. Stoppaði hana þegar hún var aftur í hjá pappa og spurði hvort hún var að keyra bílinn og hún sagði nei og þau bara, heyrðu, ég fann krakk. Ertu með nokkuð ólulega hluti á þér? Ertu með byssu? Ertu að keyra undir áhrifum áfengis? Ég er ekki að keyra, ég er aftur í. Hljómaði þessu afsökun eftir á. Og þá byrjaði þær að berja hana. Yes, þá dróður hann út. Classic löggur. Ég vil löggu frænda. Nei, samt í alvörunni, vinkona okkar sem sagt, var svört, hún var hrædd við lögguna í alvörunni, sko. Einmitt, við erum bara að tala um það. En það líka, nefnilega, ég trúi því alveg að það geti verið base vandamál á Íslandi, en auðvitað vegna background hennar líka. Já, hún er frá Bandaríkjunum, sko. Einmitt, þetta segja, ég veit ekki hversu mikið við viljum deila, einmitt, en hún var líka bjó í Bandaríkjunum, þannig að auðvitað backgroundið hennar var ennþá verri í löggustaf. Alveg frá því hún var að, þú veist, fékk bílprófið þá var hún á Íslandi, sko. Einmitt, það er rétt hjá þér, þannig að ég veit ekki hversu mikið það effektaði, en eins og ég líka, ég er hvítur as white can be, ég er charming as fuck, ég myndi tótt einhvern til að missa miða, en ég er samt, what? Þú ert að bjarga þér að þú sért ekki straight, sko. En ég meina það er svo mikið að hvern löggu nú til dags. Ég þarf þetta að segja lögguna. Akkur ættir að tótta hvern löggu? Er það rétta term eða? Nei, ég myndi bara að kalla going down, ég var að emphasize það eins og ég var að tótta gaur. En going down alveg eins, ég meina, in theory, en eins og þegar ég sé löggu þá lít ég alltaf um svo hvað ég keyri hratt, ég er í belti, en ég líti út eins og ég sé að gera eitthvað vitlaust, skilur það mig? Já, ég er alveg bara hættur að give a fuck, sko. Já, ég sniff alltaf hluti þegar ég sé lögguna. Ég veifaði löggur á þér, en þú veist, það vegna sem ég veit ég innocent í Það er tíma. þetta hvernig Hilma gerir þetta, að hann salútar þær. Ég er ekki smeykur við löggu, ég er stundum reyndu þegar ég er fullur. Ángríns Þú gerður þessu lúti eða gerður þetta? Já, þetta. Hann nazista sílöfdaði. En sko, Það var svo gegn. sko, Já, ég sagði það þessum að segja það eins og þegar þú sagði með úrliðin aðan. eins og því ég var á sjallanum, ég er alveg duglegur að spjalla við lögguna, sko. Já, þú hefur líka verið vitna mér að reyna við löggu einhvern tímann. Húsavík about the weird. Húsavík. Hvort ykkar er tvítur? Var það ekki frænka kæristinu minnar? Það, ég vissi það ekki. Var hún ekki ljósað? Ég man það ekki. Dude, Harley, þetta er Ísland. 90% Þetta var örugglega frænka mín líka, sko. Ég satt ekki að grínast, hún er náskildinni, sko. Þetta var örugglega frænka mín líka einhvern veginn þá. Sko, ég reynda bað hana að skutla mér heim í löggubílnum. Hún sagði mögulega að ég var ófullur. Og þú sagði vera aftur í og mér langar að hafa handjárnum í að kinky. Já, Hvað er ég að setja mig í járnum? Ég er feeling smá rowdy og mér today. langar að sitja á sírunum þar. Annars þá fer ég bara út úr gluggan og öskra. Being kidnapped! Þú þarf að setja það sínuna, ég er fyrir eitthvað hávær.
En það er creepy shit. ótrúlega mikið af bara svona 20 ára gömlum stelpum sem orðin að löggu núna, sko. Það er alveg, gælur langað að fara í lögguna, það er alveg, þú veist. Það er mikið increase á kvenlöggum. Já, það var það er líka fyndið. alveg. Þið hugsa stereotypur, ég lendi í þessu stór bílslýsi og Hagalín, vissi þú eitthvað það by the way? Já, þú er búinn að segja mér. Ok, lendi í þessu stór bílslýsi. Já, þú varst ekki vinur hans þegar hann lendi í bílslýsi. Nei, hann var ekki vinur minn þá og hljóman eins og við vorum óvinnir eða eitthvað, bara þekktumst ekki. Ég hataði. Einmitt, Hagalín hataði mig, ég þekkti hann ekki, vegna þess að ég er too important for him. Ég er too catty. Og EMTs komu fyrst, báði gaurar. Ok, cool, pældi ekkert í því. Er Svo EMT þá sjúkrabílun? Já, einmitt, Emergency Medical Team eða eitthvað. Emergency, sagði EMT eða EMP? EMT. Já, ok. Og svo komu löggurnar og voru báðar stuttar kvenlöggur og þá pældi ég, það fyndið vegna þess að þú veist, þetta er aðeins svona role reversal, þó það er það örugglega ekki í EMTs. Nei, það er yfirleitt kallar sem það eru í sjúkrabílum, sko. Þegar þeir þurfa náttúrulega að lyfta oft þungu fólki. Einmitt, en ég pældi bara í því svona í moment, þeir eru báðar kallar, þeir eru bara bæði konur. Það var bara eitthvað moment sem ég hafði þar, hvað ég bara sagði, that's kind of funny. Það er svo hugsa konur í medical field. Það er nefnilega því að þeir þurfa svo oft að fara, sko, af því að það er oft þungt fólk sem fær hjartaáfall kannski á efri hæð og þá þurfa að taka það á börum alveg. Það getur verið erfitt að það er bara svona lítil stelpa. Bróður minn er búinn að var í þessu námi og er að stefna á því og hann einmitt búinn að segja mér allt þetta. Vissu þið að það eru öðruvísi próf fyrir konur og kallar á þyngdinni? Nei. Konur þurfa að bera minna. Það ætti ekki að vera þannig. Nefnilega, það ætti ekki. Það er fucked up en satt. Það er líka þannig held ég í lögreglunni, sko. Líklegast. Hvað heitir þetta? Þetta er fyrir styrtaprófið og hvað þannig. Ég hugsa, konur eiga að vera betri emotionally. Ég held að fyrir lögreglur er gott að hafa einhver sem skilur emotions. Ég held að löggurinn á Íslandi er það stór hluti af vinnunni. Já, ég ætla ekki að vera á móti að það séu kvenkyns löggum, ég veist að vera cool, sko. Nei, ég er að hugsa, ég held að það geti bara verið jákvæður hluti, sérstaklega vegna emotional skilningi. En ég er samt pínuð, þú veist, ég skil þarna rökin sem ég var að segja að þið þurfa að lyfta þungu og þú veist, þá þurfa það bara að vera undir þeir, þú veist, þá ekki að gefa neitt eftir ef þetta er kona. Ég segi mitt, mér finnst þetta svo give and take, hvar konur lyfta minna, en þau getur verið betri emotionally, þannig að það er svona give and take í því, kannski mismunandi próf í bæði þá. Fun fact, frændi minn í Ástralíu er EMT og hvað heitir það, firefighter eða eitthvað? Volunteer firefighter. Það er oft bæði tengt, bróður minn er einmitt firefighter núna. En það er fucking gay. Ég veit. I know. Reyna að bjarga fólki. Nei. Já. Aumingir. Einmitt. Mamma, ég kveikt óvart í ofninu og ég hópaði klukkan að það er annari það. Þér að kenna. Dickhead. Ekki fucking kveik í. Einmitt, hann flippa bara fólk af, hann reyna aldrei Ekki búa með fólki sem hann kveikir í. Hann er búinn að vera í sjónvarpinu by the way. Ég er með góða mynd af því. Ég ætla ekki að sýna ykkur það samt. Já. Á ég sýna ykkur? Nei. Var hann nakin? Nei, það var í slökkvilist á því. Var hann í ífögt klámi? Já. Yes. Þannig að það var skrítnasta myndbandið sem ég sá í fakt, var að bróður minn var... Ég ætlaði ekki eins og að halda áfram að leyfa þér að klára því ég vissi að þetta myndi vera vitleysa. Vitleysa? Ég meina það er skrítið en það er ekki vitleysa. Ég þarf að segja, strákar, hvenær eigum við að selja myndir af okkur fyrir í svona magazíni? Þú varst að banna klám? Ég var ekkert að banna klám. Jú, þú varst að því. Ég meina, ég veit ekki með ykkur en ég myndi selja mjög vel á OnlyFans. Ég þarf líka að segja. Ég var að gera svona eiginlega bara stutt podcast fólk á flugi eða svona. Afsakið, varst að gera podcast án okkar? Þetta var fyrir verkefni og þetta var... Ef ekki bara, heyrðu, við erum hættir. Við ætlum að kötta þig út, Hagalín. Við fyrum bara og tökum þátt annar staðar. Strákar, rustir þig. Þeir eru búin að yfirgefa mig og ég tek upp hennan þátt sjálf... Ég bara tek upp hennan þátt sjálfur og ég held að ég ætla aldrei að koma aftur. Þú varst ekki að taka upp? Varst ekki að taka upp? Já, þetta var smá pása út af strákarnir stormið of, en leiði mér að klára þetta. Þú ert búin að borga mér nógu mikið þannig að ég get verið hérna næsta hálftíma. Já, þú tókst upp podcast án okkar. Ég tók upp, ég gerði þetta með Hilmar og Slæs. Tókst upp podcast með Hilmari? Ekki Hilmari okkar, hinum Hilmari. Hann Björn Tarvík. 03. Þannig að, já, 03?
0-3 og hvað Dalvík? Ég er með honum í tíma þarna ruslingu. Ég þurfti að taka þetta upp fyrir þarna skólan. Ég þurfti að taka upp fyrir skóla. Við tókum upp Hvað podcastið gerði hann ég? síðan. Kom Já, til ykkar. við þurftum að gera þetta tveira saman. Fucking lígi. Og við getum ekki verið þarna 4 en Ég ætla að segja það að ég myndi ekki vilja vera að taka upp með einhver 0-3 frá Dalvík. Nú þegar hanga við 0-1 frá Dalvík, sko. Já, grísrist. Já, Þarna, við tókum upp þarna podcast Norður Kóreu og af hverju fólk er að flýja það. Og það var eitt af aðalpunktunum að það er bannað að horfa á klám í Norður Kóreu. Ha, er það Skrítnasta- aðalástæðan fyrir að þeir að flýja, ekki að þeir sveltu og þeir skotu þau? Það er aðalástæðan. Viktor, don't be ridiculous. Þú getur lifað með nokkur grömm af mat án klám. Blóðið bara hverfur. Það verður of saltað. Einmitt. Horfður ekki á The Interview Part 2? Ha, part 2? Af hverju við þurfum að The svo mikið interview að horfa á part 2. interview saman. The Interview fyrsta var bannið í Norður Kórea. Interview Part 2 var bannið allstaðar. Vegna þess að það var engung hvernig gauðra þurfti að flýja vegna klámi. James Franco var mjög passionate um projektið, en Hollywood buried it. Seth Rogen var nakin alla myndina. Báðið strákar, This is the End er gullmóli, ég horfði á hann daginn, hann er fucking Ángríns. gullmóli. This is the End er hérna sci-fi innan svegamyndin, ekki? Já, þetta Nei, er þetta er James horror. Franco, Seth Horror. Rogen, hvað heitir Horror. gaurinn þarna? Gaurin frá Brooklyn Danny Nine-Nine. eitthvað? Ah, Danny, þarna gæinn sem leik... Nei, það... Gaurin í Brooklyn Nine-Nine. Já, svarti gæinn þarna... The Blank Bandit. Já. The Pontiac Bandit. Yes. En Og... var hann í því? Já. Já. Hvað Hann á heitir... coverinu. Hvað heitir eftir þarna svart... Danny Stónerinn. Bride. Það gæinn Ó, með svarti þarna gaurinn. svarta hárið og krullunar. Danny McBride. Já. Já. Og svo er líka Stónerinn í þarna Knocked Up. Seth Rogen. Nei, það var vinnur hans. En hann var líka. Seth Rogen. Já, en hann var vinnur hans, þú veist. Í Knocked Up þá býr hann með fullt af Og vinnum gæinn sem var í eru stórir. Superbad, þarna Scrawny Kiddin. Ég man ekki hvað hann heitir. Já, þarna Jonah Hill var miklu meira en svo var John... hann... Já, Já, John var hann. Svo var hann Scott hérna... Pilgrim. Æ, hann hvað heitir hann í alvörunni? Seth MacFarlane. Nei... Hættu bara að tala! Hann heitir eitthvað ótrúlega flókina. Nei, Michael Cera. Já, Michael Michael Cera. Cera. Hann var ógeðslega mikið dick sem að er svo out of character. Sem gerði það. Veistu, hann var líka Já. bara portreyjar, bara alla stelpuna voru á degi yfir húnum. Svo fyndið. Michael Cera, Smash or Pass. Þessi Pass. brúnu augu. Sagði þú Pass, Hagalín? Ég myndi freka að gera Seth Rogen. Ertu að reyna að láta okkur stór mút tvisvar í einu podcasti eða? En ertu ekki að segja mér að þú myndi velja Seth Rogen yfir Michael Cera? Scott Pilgrim. Guður, Scott Pilgrim. Ok, þetta er góð punktur. Þið fenguðu að velja karakter sem þið leku. Þannig að Michael Cera getur valið Scott Pilgrim, Juno, This is whatever, This is the End. Hann er Se- bara Michael Cera. Superbad. Nei, við erum að hugsa ef þau gætu verið einn af karakterinum. Þannig að Ef ég geti verið hann, ekki ef ég geti sofið hjá við hann. erum að segja, við erum að sofa hjá einn af Michael Já, ég er Cera að sofa hjá karakterinum. Og Ég myndi Sama sofið þá- hjá Scott Pilgrim. einmitt, same. Ég myndi segja Og að This is asshole. the End, hann var kókaður upp allan tíma. Já. Og Seth Rogen, þótt hann er alltaf saman karakterinn, nefn í Sausage Party. Hvaða Seth Rogen ég myndi sofa hjá? Seth Rogen er alltaf sami karakterinn. Ég var að velja hvaða Hann Seth er Rogen alltaf ég þessi, myndi sofa Alltaf sami þarna, karakter. Nei. middle-aged, ekki að fara Já, neitt í lífinu sínu, loser. alltaf hæ. Pineapple Express, Góð mynd. 18 ára kærastan hans í high school. Hann virkar mest responsible í Knocked Up, to be honest. Já, mest responsible, en one night stand, eða ekki? Jú, en hvað, heldur ekki, það er ekkert gaman að sofa hjá einhverjum loser. Já, hann lúsir öllu mynduna. Takk hann í The Interview. Það er hann Ég er með ekki búinn að horfa á confidence. interview. Hann var ekki með það mikið confidence. Nei, hann var það ekki. Hann var með meiri confidence held ég í því en flestum Hvað er þetta myndum að hans. gera? Ég veit það ekki. Myndu taka hann í Sausage Party? Sausage Party? Já. Var hann ekki pilsa? Jú. Var hann ekki pilsa? Jú, myndur ríða það? Svo þú ert að spyrja hvort ég myndi ríða pilsu? Já. Með Seth Rogen rætt. Ég er helviti góður. Myndir þá bara skera svona smá gat, þá þarf Viktor að vera fyrir... Nei, þú myndir þá bara- Það er að bottom. Viktor hann myndir vera á botni. Seth Rogen verður... Seth Rogen er gerðið... Einmitt. Viktor, syngd þessu mynd. Hann fyrir að gera commentary allan tíman. Ég ætla bara að googla Seth Rogen in my ass og sjokk. Nei, ekki gera það. Það er ekki að vera að komast upp. Já, kannski kemur eitthvað. Ég þarf reyndar að segja character hans úr... Nei, þarna úr... Hvað heitir þetta?
Pineapple Express. Gaur, Google history þitt Gaur. er örugglega skemmtilegasta sem ég myndi ever sko. messages. Já, Já. gaur, hætt að tala um einhverja fucking Tinder. Hérna, hvað er það að segja? Já, ég nota oftast incognito. Ok, það er leikur fennið. Já, einmitt. Þannig að FBI getur ekki Ég er hættur að nenn að nota incognito. All my shame is out there. Quote Sko, Hagali. ef maður reyna að finna einhver sömu myndbönd, þá Ertu að tala um klám eða ertu að Ég er að tala tala um um bara klám. þú googlar crazy shit? ég er að tala um klám. Þú getur gett bæði, eins og vikingur. Eh, Það er eitthvað annað sem ég talaði um. Þegar ég googla crazy shit þá nota ég stundum incognito mót þá það er eftir hvað ég er að googla. Hvað er verst skrítnasta myndband sem þú hefur séð? Á klámi. Hvað sem þú getur hugsað? Á bara ever. Gefðu, einmitt, hugsaðu bara, ertu með eitthvað skrítið sem þú hefur séð sem þú getur nefnt? Hagalín, same thing. Ég veit að ég er ekki með neitt jafn crazy og þú sko. Hvað meinar ég er svo rólegur? Ég horf ekki neitt skrítið. Ég hef örugglega séð eitthvað svona animations crazy kjæftað á Pornhub eitthvað. Já, nefnilega, þú veist, það er, Þú veist, hafa ekki allir séð eitthvað þannig, eða? jú, nefnilega núna er, þú veist, weird animation er bara meme, skilur. Já, en þú veist, ég hef ekkert verið eitthvað bara, þú veist, það hefur verið bara því að ég hef verið forvitin og bara eitthvað, oh, what the fuck? Einmitt. En ég er ekkert með eitthvað svona gæla að fæða kólkarpa því ég myndi aldrei vilja íta það. Þú veist svo mikið pansy, maður. Ná, ég veit það, þetta virkar fucking lame að því að ég er búinn að vera svo forvitin með þitt shit, sko. Ég er að hugsa. Já, Vegna þess að þú veist, mér langar þetta skrítna dótið, get ég nefnt á þess að líða illa, vegna þess að þú veist, það er svo lítið, en þú veist, vil ég gera grín af scat fetish þegar hlustandir okkar eru Hvað er scat fetish? ég veit ekki, er það... What the fuck? er það- Þið veit ekki hvað scat er? Er það Nei. skítur? Já, það er poop fetish, þú veist, þannig að þú veist, eins og human toilet og svona dót. Ég veit ekki hvað það er. Fuck, maður, Ég hef fucking aldrei- normies. Ég hef Ég er enda Mér líður eins og ég á að vera 4chan, mér líður eins og ég sé einn af þessu gölum á 4chan þegar ég er með kringum eitthvað stundum. Ég Ég er þarf ekki á reyndar 4chan, að by the nefna way. að ég var að fara í gegnum listan og svo sé ég hérna bara eitthvað titil sem bara nær athyglinni. Ég ítti ekki það myndbandi, Aha. þú veist það kemur alltaf bara svona highlights af myndbandinu. Já, einmitt, svo Já. preview þingin. Þetta var fisting, Cool. hún að rimma hann Ég er classic. og svo í endan mígur hann á hana. Við erum hann á hana. Ég hef hort á einhver svona þannig myndbönd en það er ekkert búið að vera eitthvað svona crazy dæmi. Hefurðu hort á þau? Ok, hafið þið hort á svona glass table þengið það? Nei. Ertu að meina þegar hún er undir glass table-um? Nei, á venjulega gaurinn Nei, sem þú veist, undir þegar glass að table. hann er undir glass table og hún er að gera eitthvað crazy shit á Sér- table. Nefnilega, mér langar ekki, listeners, ef þið eru með scat fetish, þá styði ég það. Ég meina, ég myndi ekki vilja gera með þér, Við erum ekki að dæma, ég og Haglund er bara svo fucking basic. einmitt, Ég er ekki basic, sko. þið eru alltaf bara að horfa á Gaur. gilf klám eins og venjulega gaurar. Ef að þú hefur ekki átt á Giggle, pissumyndband ekki á Pornhub þá ertu pínum basic. Af því að hann er að tala um Veist crazy ég shit. bara fyndi miklu furðulega. Já, við erum að tala um Á hvað? ég komið með eitt? Já, það hvað er með byggjum, hvað meinar þið? Ég kom með eitt áðan, en Já, þetta var bara ekki það ég mikið. ákvaði að leita að svona, hvernig myndi ég orða þetta? Þú veist bara svona þegar gælur eru með álfægir. Já, Elfíu klám, svona cosplay dótið. Já. Ég googlaði það Ok. og ég searchaði það. Ég fann animation úr World of Warcraft. Classic. Veistu hvað Worgen er? Nei, ég veit ekki nóg mikið um World of Warcraft til að vita specific hvað þetta er. Þetta er bara varúlfur. Ok. Ó, var þetta svona furry dæmi? Þetta voru 2 varúlfur að taka álf. Voru Animation og þeir voru bara Kudos, það er Já, svolítið já, í. svona risa þingi bara Þú veist humongous. belly bulge þingi, eða ekki? Mhm. Voru þeir með knots? Ha, Voru þeir með knots? hvað notes? Sko, ég veit ekki hvað þú ert að tala um, ekki horfa svona á mig. Ég elska brosa Þegar þið eru að Útskýra það fyrir okkur, koma svo. Ok, nefnilega furries eru að vera algengir, sérstaklega á Íslandi myndi ég að segja Er það? Já? Er það svona Ég opið, hef sko? aldrei heyrt um furries á Íslandi. Ok, kannski er ég bara í vitleysu communities þá Nei, þú náttúrulega bara, þú veist miklu meira um þetta eins heldur en við. Þess vegna var ég að tala um að þetta Ég væri sé bara þitt leita þing. stundum til að finna Og ég er að fá glóri. krampa. Fucking hell. Ah. Akkur tókst þetta úr henni, hún var að njóta þetta Ha, hvað? Þú veist, þú varst allar leið til nýð Nei, þetta var hérna. Vixi er bara að reyna að finna einhverja góða staði sem er með glory holes. Ok, svo Og not furry conventions eru þannig. Not er
það sem á endatippi, ég held eingöngu á hundum og úlfum og já. eitthvað svona sem þeir nota til þess að festa tippi sitt í manneskjunni eða, það í klámið þetta, en í dýrum til að impregnata þau. Já, því að dýr þá myndu hrista þig af þér og þetta er bara svona þróunardæmi. Einmitt, þannig að það er svona weird bulge á endatippi, þannig að þú veist hvernig tippið þitt með bulge á endanum, þetta er andstæði endan. Get ekki sagt að ég tók eftir því. En það var svo huge, Já, það var svona ég sá bara highlightið, sko. Já, ok. Ég fór ekkert inn í þetta. Ég hef hort á svona myndbönd bara upp á funni, sko. Það er erfitt að nefna eitthvað sem ég hef ekki séð. Uppáhaldsmyndbandið sem ég- Eða ekki genre sem ég hef séð. Ég hef auðvitað ekki séð, ég meina, ég horf ekkert á cock and ball torture það mikið, sko. Nei, ég hef aldrei flett í upp og mér langar ekki, ég djóka með það. Einmitt, eins og ég talaði YouTube channel Wang á þessu áður, en einmitt, Ég fíla ekki svona dominatrix-dæmi. ef svo one man, one jar og cock and ball torture hef ég alltaf séð frá öðru sjónarhorni aðra, ég hef aldrei séð það persónulega. Frá öðru sjónarhorni, það hefur verið þú. En ég ætla ekki að byrja að tala um fetishin. Hann var að tala að Gella var að fæða kolkrabba á Já, hann. Já, en ég verð ekki sagðist með hann fetish fyrir því, njóta. einmitt, það er munur, ég er sammála Hagalín það. Horfar á gayklám? Nei, eiginlega ekki, þú veist, twink though, sure. Eins og ég segi, þú veist, femboys með stóra rass er hot, sko, alveg eins. Og það er auðvitað stærri movement núna. Hefur þú einhvern tíðan Bi- hort á gayklám? Nei. Ég hef aldrei hort á gayklám. Heldur. Eru að fara að gera það live on podcast? Nei. That's pretty gay, guys. Ekki hótt að gay clown? Pretty Ég gay. verð að viðkynna, það er fyrir ekki gay, sko. Svo núna er það að tala fetish um mín. Það varst að segja, þú horfir ekkert á þetta. Nei, Já, ég hann var að tala um að hann fílaði twink. er að segja einmitt, ég horf ekki á gay clown. Já, Gay það clown er er útskynum mikið twink fyrir þér. Þú veist hvað twinki er? Twinkie, já. Það er krem í miðinni. Það er gæði sem er kremaður. What the hell? Það er gæði sem er bóttbókstala og er alltaf að fá krem inn í sig. Bara cream pie, basically. Basically. Já, twink er Það er bara svona lítill gæði sem er... lítill bottom, er aðal hugmyndin. Ég man eftir að Það er í svona grunnskóla, basic það var því líka rifrildir á milli mín og Sims. Hún sagði, hvor er meiri twink? Nei, hvor horfir er meira dvergaklám? Hefur hort á dvergaglám? Nei. Legari. Fucking legari. Hann sagði nei og svo streymdi sviti eins og í þessum mínum. Hefur þú hort á Það var dvergaglám? svona eins Það og er það, ég vorst á allt, Viktor. Fair. Ég veit ekki hvort ég hef hort á dvergaglám. Ég vorst á derguklám. Það er Ég horfði á eitthvað, það var svona meme, svona smallest girl in the world eitthvað. Ég horfði á það upp á meme. Ég sé Það var eitthvað meme að koma á Reddit. Hérna, það er eitt sem þetta heyrði ég samt frá YouTube commentary track og þetta var frá Geigur sem ég átt mjög fyndi comment og hefur stuck to me forever since then. Hann sagði, með dvergaklám er það, þetta er hvað hann sagði, ég skal segja þetta á ennsku eins og hann sagði það. Dwarf porn is pretty hot because he's tiny but his dick is normal sized, so in comparison it looks huge. Og hinni tveir sögðu bara, what? En ég meina, er það ekki fair? En mér finnst það merkilegt, það er ekki mitt thing, dwarf porn. Ég vissi ekki einu svona að það væri, þú veist, normal sized. En er það ekki einmitt merkilegt? Það er venjuleg, eða semi-venjuleg allavega stærð, eins og hjá okkur. En hann er, þú veist, Hann er nær jörðinni. einmitt. Eða þú veist, er það ekki bara, er það ekki þannig séð bara lítið tippi fyrir porn industry eða? Það var þetta. Nefnilega, einmitt, þú veist, það er ekki að fara að vera, þú veist, 1 foot long dwarf, annars getur við Já. lappað, skilur Já, við nákvæmlega. Ég þarf að segja þetta. Þannig að það var Vixi sem á fiskidaginn og ég mætti strák sem er frekar lítill og bara, hvað heldur að tippa hans sem nála jörðinni? Sagði það við mig? Þú spurði mig. Sagði ég það? Já. Það hljómar eins og eitthvað sem ég myndi segja. Þetta en var ég- þarna fyrsta Ég er bara fiskidaginn að sem pæla í voru hvort að saman. þú hefði verið með okkur. Jú, þú varst með okkur þarna, þú varst ógeðslega fullur. Það var þegar ég var með bakboka áfengi. Já. Já, við síðast Við vorum að tala um að stoppa lögguna. Já, einmitt. Ég var að segja að þú ert fullur, þú voru rétt að við likla hérna, sko. Afsaki, ertu búin að vera að drekka í kvöld? Veistu hvað, ég heyri þú ert að tala slörra orðin, þú verður rétt að við likla hérna. Við lögum. En Það var fyrsta skipti sem þú drakst líka. Það? Já. var það ekki seinna sinn? Var ég með þér þegar þú popped your drinking virginity? Seinna sinn. Var ég Já, var það ári eftir það. Við fekkum okkur bjór og svo fekkum við svona vafasamt gin á einhverjum random gæja. Drukkum við þrýr hjá Sem ég Einari þetta eða mann. var ég bara með Einari? Varst þú ekki þarna líka? Hagalín var með mér fyrir hluta kvöldsins, finnst mér. Ég drakk allavega einhvern bjór hjá Einari. Ég var þarna með strákunum frá Reykjavík. Já. Ég var meira með þér, þú heitir Pallin hjá þeim á og eitthvað.
Já. Við erum svo lélegt podcast núna. Einmitt. En hérna, áfram, Tentacle Porn. Hefur þú átt á Tentacle Porn Nei. í anime? Nei. Weak. It's called hentai and it's art. It's art. And it's art. Tentacle hentai finnst mér merkilegt. Ég hef Ég ekki hort á það nýlega, en ég gæti að hort á það þegar ég var krakki, bara eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað what the fuck. Þú veist að horfa á Yu-Gi-Oh! Þú veistu hvað? Tentacle hentai, bro. Ég horf ekki á Yu-Gi-Oh! Af því að Fucking ég fan. er ekki fucking nerdi, ég er Fuck fótboltagæði. you. Ok, Viktor, Þú ég er með ert spurningu. sjónvarpið. Ég handviss að Vixi veit hvað þetta er. En veistu hvað er munurinn á Succubus og Incubus? Já. Ég veit að Incubus er hljómsveit. Við fórum Þetta er svo fyrir svona Viktor svar. 5 dögum, Viktor. Þú veist það, sko. Þú veist animal sex gaurinn, come on maður. Nei, Þetta ég er veit ekki ekki til hvað að er. gera animal sex by the way. Hann var sexgurinn, hætti að vita þetta. Hvað er Succubus og Incubus? Succubus er female demon sem kemur á þarna sedúsarmenn. Við vorum að tala um þetta Já. ekki sér. Og basically- Incubus er bara male útgáfan. Ok. Þannig að einmitt með Succubus nefnilega, Succubus ég myndi útskýra eins og hey, what if it's a vampire but instead of blood it's Suck dick. nut. Oh my god. Og það er okkur Succubuses eru best. Vixi, Ef þú vilt gera Succubus cosplay fyrir Viktor, ég skal borga 10.000 krónum fyrir klukkutíma. Þá þarf hann að vera stelpa. Succubus. ok, á ég að klæða mig, Incubus eru strákar. Já. strákar, á ég að Succubus klæða stelpa. mig sem Incubus, eða? Fyrir Halloween. Hvernig eða bara klæða alveg. þeir sig? Þetta er bara bókstala, ég geti verið ber og hún og sagt að mig álfa eru. Það er Það svo meiri- fucking lame Það shit. er er þetta meira maður svona myndi horn. þurfa hornin, sko. Og skottið. Já, Þú verður að hafa skott maður. Þú verður að hafa skott. Annars er það mjög svona open concept sko. En þú veist, er það ekki alveg þarna alveg þekkt þing svona í draugasögum eitthvað að sé ógeðslega heit gælla og hún er svona finnur eitthvað gæja og svo tar hann þvílíkt við hann, svo kemur hann og fucking myrðir hann í eitthvað svona draugasögum. En það er ekki Succubus. Succubus myndi myrða hann með því að ríða honum og soga út basically sárur hans. einmitt. Byrju, svo að... What? Það er mismunandi gerður af Succubus maður. Það er eins og að tala um nornir. Þú veist, sumir borða krakka og sumir eru bara að hanga um. Svona Það er Succubuses geggjað. geta Suma bara drepið fljúa þig. á Viktor. Ekki allar nornir eru alveg eins. Einmitt. Suma bara vilja þarna vera að fljúa á kustinu sínum og Nice. væpa, Það er svo hlustandi pumped up kicks og sumar eru bara að borða krakka. Viktor, spurðu mig, hvað er Succubus? Nei. Fucking fang. Þannig að við erum stað samt svona svona, hei, getur þú útskýrt Succubus fyrir mig? Þannig að þú hefur hægt af nornum. Þú veist, það eru mismunandi. Ok, þannig að Succubuses og nornir eru tengt fyrir utan, þú veist, come-aspektið. Já, en þú veist af hverju nornir eru aldrei í nærbuxum? Af því að þeir eru að halda sér á kustinu. Fattar ekki? Ó, þetta er svo slæmt, þetta er svo slæmt! Ég fattaði brandarann, Já. ég vildi bara sjá hvernig þessi uncomfortable myndi vera. Ó, þetta er svo vondur brandar líka, ó! Ég kom með mesta Ó, dad ég joke í skammast mér gær. svo mikið. Gerðu það joke. Ég kom með dad joke í gær, þannig að ég var að spila World of Warcraft og það er svona, það er race sem bara heitir Trolls. Báði, þú ætlar að taka introið þessum að við vorum að fólk við í þessum hætti. Ok. Og þetta er bókstaflega bara tröll og ég kom með dad joke. Ég Er horfði þetta fucking fata sem er í glugganum þínu? Þetta er ruslafata. Og ég ætla að tala um Russell hans, eða? Ertu að tala um dump truckið hans? Það Það er fucking fata í glugganum. Þetta Ó, já, kærast, þannig alla lumman og lenda ekki á gólfinu eftir kæristinu mína. Ok. Þetta er ekki brandari, nýja visual gag. Nei. En þetta er þarna, já það er svona race sem er Trolls. Já. Ég horfði beint í augun á Emmu, sagði Emma, I'm having a troll much, nei hvernig var það? I'm having a troll lot of fun. Go fuck yourself. Ég elska að koma með þessi dad jokes. Þeir eru alla bara í heiminum. You must Það be- eru 2 puttar á nefið og hausinn niður. You must be elfin me. Oh my god, strákar hættið áður en að ég bara, þú veist, krinsa og kvarta þáttinn, sko. Ég skal segja samt, hvernig þú deliveraði hann brandari sounds like you were goblin cock. Goblin, get it? Oh It's a my fantasy god. creature. Witch, please. Veist, ég er að pæla að labba bara heim. Skyrim is for the Nords, Viktor. Það er svo góð, ég fýla það. Ég ætla að segja, ég er bara ánægður á hæðinni í hlátur þarna. Svo BOOM, double tap.
Veistu, getum við byrjað að kalla Víksa milk drinker? Ég veit ekki hversu satt það Við líkar ekki með mjólk Ég er ekki að tala um mjólk. Nei, það er enginn að tala um mjólk hérna, kallið minn. Hvað er það að tala um? You milk drinker? Hvað er Já, er það þannig að þú ert mjólkandi hér og þar bæinn, en ekki beljur? Hvað er það að tala um? Það er ekki beljur í bæinn. Hvað meira ég myndi gera mjólk við þeim? Hvað meira? Ég veit að það er löngu búin að fatta þetta. Það er verið að útskýra það, ég er tónið týndur. Þú ert ekki að djóka? Ég er svo týndur, þú verður að útskýra þetta. Haltu kjafti! Hvað meira, þú verður að útskýra þetta? Haltu kjafti! Það er að sjá hversu langt ég myndi ná að hýtta Þetta er bara að sjá mýmið þarna. Þú hugsar alltaf dirty að... Víksi. Ég veit ekki hvað það tala um. Ef þú segir þið brandara þá hugsaðu svona 30 dirty leiðir og eina venjulega og býðu svona eftir svarinu. Býðu hvort að þessu heldur. En þeir eru að tala um létt mjólk, veit það ekki annars? Sure. Eða undir henni. Yes. Já, undan henni aðalega. If you know what I'm saying. En ég, Það er svo þarna, hræðilegt. Víksi, ertu búinn að sjá mýmið þarna? Is that a mud crab with a top hat and a monocle? What the fuck? Nei? Is that a mud crab with a top hat and a monocle? This is ruining my immersion. Let's get the fuck out of here, Master Chief. Ég Þetta er týndur, Skyrim. Ég hef séð það. Nei, jú. This is ruining my immersion. Ég hef séð það. Það er eina ástæða fyrir ég fatt að tengja þarna. Let's Okay, get so- the fuck out of here. Þannig að talandi klám, hafið þið séð eitthvað Master Chief porn? Ég veit ekki hvað það er. 100%. Hvað er það? Rule 34. Er það ekki Rule 34? eða? Jú, Rule 34, if it exists, there's porn of it. Sem er ekki satt, en það er samt. Ég meina það er ekki að kláma mér einhvers staðar úti. Ég ætlaði er þetta að held ég. segja þetta, sko. Held ég? Viktor, þú veist að ég cosplaya þig, sko. Fuck. Ég veit ekki, ég var að hugsa um að gera bandara þarna, en ég vissi ekki hvað, þú veist, En jú, ég hafi ekki allir séð eitthvað svona... Halo porn. Ég veit ekki hvað Halo er, svo ég get ekki sagt hvort það er að Getur, séð. ég reyndi að syngja Viktor að 80 gæjarinn á klósett að syngja Halo theme-lagi. Já, það var cool. Það var cool. Eigum við að byrja á því núna? Þú veist að það byrjaði sem klám. Nei. Það 80 gaurar. Ég er svo fucking lítill nörd að þegar þið byrðið að tala um eitthvað svona nörda shit, þá er ég svo out, sko. Þetta er ekkert nörda shit. Jú, þið eru nördar. Let's have a gamer podcast. Okay, gamers. Okay. I'm coming at you live with Watch Mojo's Top 10. Fuck off. Það er ekki gamer shit. Já, ég veit, Watch Mojo, þú veist, 1/4 af því er eitthvað gamer shit, sko. Top 10 sexiest women in gaming. Number 10, Er það? Princess Peach. Ég horfði svo mikið á svona tónlistar og svona. Number 10, Ef við erum að taka Stairs. upp annan þátt eða? Nei. Number 10, Zelda. Number 9, Donkey Kong. Did you know Donkey Kong actually stands for Donkey... Slong. Það er ekkert kona, Viktor. Get your facts straight. En Facts don't care about your feelings, but I do. Quote Vikingur, 2019. philosopher and lover. Philosopher, philosophist, rapist. Gauir, ég er svo fucking lost. Við þurfum að reynda næsti þáttu þar að vera Philosopher tölvleiki, sko. Ok, getið þið talað um tölvuleiki og ég er bara eitthvað í miðrinni, horfandi bara í báðar átti, bara eitthvað tindur. Ef þú myndir smasha eitt karakter í Apex Legends, hvað væri það? Ég veit ekki um neitt karakter í Apex Legends. Þú myndir fara í Ég Bangalore. myndi smasha Bloodhound. Nei, þú myndir fara í Gibraltar. Bloodhound. Hann talar íslensku, that's all. Ég myndi fara í Mirage. Talar hann íslensku? Ha? The slaughter has begin. Og það á að vera slátur, en hann kann ekki íslensku. Hann talar íslensku, hann bara kann ekki íslensku, þannig að hann er að segja þetta á íslensku. Hei, hvaða gauðra í UFC 3 leiknum mynduði smasha? Conor McGregor? Paige Van Sant. Floyd Mayweather. Hann er ekki... Þú Ég sagði veit Sir það. Mayweather. Heitir hann ekki það? Mayweather. Mayweather. ok. Ég ætla að segja, mánuðurinn og veður. Nei, ég veit ekkert um UFC, sko. Conor McGregor, smash. Paige Van Sant. Hvað myndi ég segja, Conor McGregor, er hann ekki totally hérna, Ó, ég hata hann sko. totally hérna, Hann er búinn heldur. bottom? Já, hann búinn. Já, Ég hann er búinn segi- að smassa þig núna alveg nokkur sinnum í röð sko. Ég segi að við bara... Conor McGregor. Já, er hann ekki búin að tapa þessu 3 röð? Ég segi við drullum yfir celebrities þannig til einhver er forced to respond. Og Ég við var að getum taka gert það í Jake einhverjum Paul á öðrum það. þætti eða svona, af því að við erum konum við 45 mínútur. Jú, ég er að segja bara hver einasta þáttur var drullu yfir þessu 2 celebrities. Ok.
Ok, hverju vil ég drullið við næst? Nefnum við Íslendinga þá, við tökum það Íslendinga. Ég veit ekki neitt Íslendinga þannig að þið verður að taka það. Hver var þessi gaur sem greip rassin á konunni? Hún sagði nei. Björn Bragi. Björn Bragi. Já, Björn Bragi. Þetta var ekki rassin á henni, hann kom hérna. Já, píkur hennar, sorry. Mér finnst það mjög vingjarnlegur gaur, ég myndi elska að hanga með hann. Hann the Harvey Weinstein of our time. Það kannski smá þarna, heitir hann ekki Ef að velja okkur hann að... Steve eitthvað, eða hvað heitir hann? Ef að velja okkur hann að drullegu núna. Björn Braga. Björn Bragi. Getur ekki fundið þér einhverja kettlingar á þínu fucking aldri? Bill Cosby! Já, hann var að drugga fólki. Já, Björn Bragi, nefnilega, ef þú druggar einhvern finnur það ekki fyrir því. Björn Bragi, hún er líka við að stelpunum getur grátið, þannig að hann elskar hljóðið. Sérstaklega 16 ára stelpum. Sjóni, það er líka lúkar ekkert eðlilega illa fyrir það að vera að hósta Gettu betur og vera að káfa á gellu í framhaldsskóla. Já, eiginlega, sko. Við sjáum hvað þú ert að stara, ég ætla bara að segja það þannig, sko. Og það er ekki augun á henni. Getum við kvötta þetta, please? Nei, ég segi við tölum myndavélina sem að félir undir deskin á hvern participants og segir þú verður að vera í kjóli eða pilsi. Heldur þú samt legit að hann sé bara, þú veist, þegar hann var í Gettu betur og hann var bara hardcore að reyna við gelluna út í salnum eftir á? Ég hef enga hugmynd. Ég meina, ég get alveg trúa því. Heldur hann hafi farið á svona framhaldsskólaböll bara, þú veist, af því að, þú veist, eins og krakkar á Sjallanum, það er þannig sé framhaldsskólaball. Ætli hann hafi farið á svona bara P5 bara eitthvað að húka upp við bara 17 ára. Ég held að, þú veist, fólk sem fer á Gettu betur vill vera á sjónvarpið, þannig hann var örugglega bara svona hey, what's up baby, og grípa þæ eða eitthvað og vera hey, what's up, ég get hann bara bókstaflega Harvey Weinstein af Íslandi? Ég meina, Harvey Weinstein var meira hardcore. Þið eru að hæpa neitt, sko. En það er Harvey Weinstein held ég meira hardcore, þú veist, Björn Bragi getur að fyrir eitthvað. Það eina sem við vitum er að Björn Bragi káfa á 17 ára. Ok, strákar, it's just a theory. Innan hlölla eftir Sjalla, það er svo fucking, sko. Ok, it's time for our segment. Björn Bragi, did he rape her? Ok, nýtt segment, hvern einasta þá? Björn Bragi, hann var að hanga með 17 ára stelpu, hann sagði I didn't do it. Strákar, núna eru við í alvörinu að fá hít ef við releaseum þessu. Við erum að fara, já, ég veit, við erum komin á þinna næs. Ég veit ekki, by the way, disclaimer, ég veit bókstaflega ekkert um Björn Bragi fyrir utan það að hann snerti þessu 17 ára stelpu. Ég veit alveg eitthvað hann, ég fílaði hann í mið Ísland, svo komst ég að hann snerti 17 ára gælur. Þá fílaði ég að minna. Hvað er hann gamall? Hann er 30 eitthvað. Kannski bara var þetta isolated incident. Hann snerti satt 17 ára gælur. Já, ég veit. Já, en hann gerði það, hann var ekkert svona oh sorry en eitt þannig, hann lét út eins og frekar náttúrulegt fyrir hún. Já, þetta var... Það er hvað gerði, einmitt, það er hvað gerði þetta weird fyrir mér vegna þess að ef þetta væri isolated incident, myndur ekki lappa í burti. Já, ég er ekkert að reyna að venda. Já, ég veit, ég er bara að spyrja, skilur. Það er skrítið að káfa ykkur og lappa svo í burtu, sko. Ég finna þegar þið byrja að taka upp myndi ég lappa í burtu, sko. Já, líka því þú ert celeb og ert að gera þetta inn á fucking hlöllabátum. Þetta er lega, sko. Ég hlöllabáturinn á staðurinn núna. Það er ekki til á okkur lengur. Við þurfum hægt að eyðileggja mig fyrir mér. Núna er það fucking Tyrkjasópan. Ég ætla að ángrís að lappa að minn og koma við þig. Við fáum bara í kvöld okkar bað, maður. Tyrkjasópan er opið til 12 tópið þér. Aldrei farið þangað, ekki ennþá. Ég er búinn að fara þangað, það er cool sko. Mikið af frægum á netum, alveg skuggalega mikið með hvað þetta er lítið búið. Ertu að segja að business myndi loka í november? Ég er ekki að fylgja. Ertu að segja að business hans myndi loka í no nut november? Ha 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 ha. Það hvernig að hlæja, þetta var ekki brandari. Concerns for businessmen. Ok, að ég sína ykkur þessa klippu af þessu Squirrel Girl. Ó já. Fokkaður, Viktor. Það er ekkert nóg bara ógeðsli fíla af þér. Þetta var ekki brandari, by the way. Við erum satt að fara að kvötta eitthvað aðeins að því við erum komin með klukkutíma. Nei, 58 mínútur, Sér, það er líkt. Viktor finnst fretur að fyndin. Nei, Haglín, er nýja taglínan hans, gefur þetta hairspray aftur. Ok, Haglín, við erum að fara að gera nöfn fyrir Viktor. Ekki á hátalar, nei, mikrofónu líka. Er það er Animal Sex Guy eða Nasty Ass Guy eða... Gamli, ef þú vilt vera þetta þá er því að fara að kalla þig Tentacle Guy, sko. Segðu aftur? Tentacle Guy. It's Tentacle Dude, thank you very much. Tentacle Guy, sagtu við það. Oh my god, svo lélegur að gera nöfn. Tentacle Testicles. Hvernig myndi það líða? Þeir hafa átt að gera það í... Ok, eigum við að taka upp introið? Hvað hét aftur, var þetta ekki tekur asísku draumurinn eða? Jú. Hvað með þér í staðinn fyrir að reyna að borða kólkrabba og hann setti þetta punkísinn í 10 mínútur? Það, þú veist, og sokkskólaðna bara eitthvað. Einmitt, það var í fucking challenge. Pæli í því samt, það er örugglega fólk sem
sko, kólkrabbar komast upp í bara, ég held ekki að komast ekki inn í flösku, sko. Já. Pældu bara hvað Getum við please kötta á þetta, strákar? Nei, við þurfum að halda áfram að tala um tentacles. Þannig að Íttu bara á ef ég space. gæti valið eina